Góðan daginn hér. Hvað segja mér í dag? Og erum að gera neitt annað þá er svarti, sykurlausi lögurinn sem við Íslendingar kunnum vist að drekka. Þetta sé ekki vinsælsti drykkurinn á Íslandi, kaffið, ég hugsa það nú. Man eftir því ég var í Litáen fyrir nokkuð mörgum ár síðan, 20 ár síðan, já, yfir 20 árum. Og þá vorum við í trúboðsferð. Við fengum að fara með þarna vinirnir. Hóp frá veginum, svona ungmennahóp, og við fórum til Litáen, Vilníusar, og eittum þar viku og við gistum bara hjá fólki heima á þessum og það var ágætt. Og ég man eftir því að þeir sem að sáum okkur, að eldóni okkur, þannig að voru svolítið hissaði hvað við vorum sólgnir í þetta kaffi, maður. Konungareigið hafði ekki undan að hella upp á handa okkur. Þetta er alvanalegt á Íslandi, menn liggja í þessu kaffi og þamba þetta kaffi alveg eins og þeir fái bara borga fyrir það. Þetta er svona kannski, já ég veit það ekki, þetta er bara siður og nýr á Íslandi og kannski á vissan hátt sinn ósiður, ég veit það ekki. Ég man alltaf eftir því að þeim fannst þetta eiginlega mikil kaffidrykkja á þessum Íslendingum. Við vorum hægt í trúboðsferð í sumarið, þá sumarið og vorum út á götunum og það var bara tekið vel á mót okkur. Maður var ekki var við neitt annað og svo vorum við þarna á samkomum og ég held að það hafi verið hitt þannig á að þessu var stillt þannig að það var einhvern mót sem þeir voru með. En þessi kirkja hafði ekkert húsnæði, þannig að þeir voru með bara risastórt tjald sem þeir tjölduðu. Og þar var öll aðstaða sem við erum með inn í húsunum. Þannig að það veist ekkert okkur, svona, þetta var heitt úti og sumar og sól og okkur alveg funheitt ef eitthvað var. En þetta var í tjaldi. Og það er svo til sögur af tjaldsamverum manna hérna á Íslandi. Kannski svipað stórt tjald og við vorum með þarna, þessi söfnur var með þarna í Vilníus. Það er nú kannski svolítil skömm frá að segja að maður hefur ekkert haft neitt samband með neitt af þessu fólki í allavega 20 ár, 20 ár. Og það var eitthvað samband þarna, ég man eftir því að ein manneskja var að hafa samband með mig og ég við hana í eitthvað tíma. Svo bara slitnaði það og svo veit ég ekki meir. Það er að rækta þetta samfélag og rækta þessa vináttu því að þetta eru þetta bara trúsystkini okkar. Og það, ég man alltaf eftir því þegar ég kom þarna að þá vissum við náttúrulega ekki hverjir þetta voru, enginn af okkur, enginn af hitt neitt þarna eða kannski einhvern neitt. Og við erum þarna á flugvellinum og það er alltaf þetta fólk að vera. Og við erum að svona skima eftir hópnum og svo benti einhver, þarna eru þau. Og það sem blasti við var skælbrosandi fólk og hlæjandi og já, þetta voru þau. Þau bara skáru sig úr. Og við gengum beint á hópinn og jú, það stóð heima, þetta var fólkið og við sögðum þetta, þau var brosa svo fallega og þá sögðu þau saman með okkur. Að þau þekktu okkur á framkomunni og við þau. Það var svolítið eftirminnilegt. Og voru við eitthvað að búa til eitthvað þarna? Nei, drottinn var bara, hann kallar þetta fram á sínu fólki. Þannig að við gerum bara það sem hann og hann er okkur mikið og svo býr hann eitthvað til sem aðgreinir okkur
frá öðru fólki, svona, já, innan gæsalappa, þetta eru bara áfram fólk og hvorki betra að vera fólk en annað fólk. En það sem við eigum, það gefum við Jesú allan dýrið af og við vorum þarna inn í þessum hóp og maður upplýði strax að þetta var bara manns fólk. Eins með samkomunnar, þetta voru stóra samkomun, okkur stóra samkomun, ætla ekki verið 700-800 manns og kannski 1000 manns á samkomuna, þetta var töluvörðu fjöldi, þetta er stór borg svo sem Vilnius. Og þar vorum við bara eitt í raun og veru. Og það er akkurat þetta sem er, og við þekkjum þetta mjög vel, þegar við erum á samkomum og í dag er þetta orðið þannig, það er svolítið af útlendingu sem er að koma, en þó ekki endilega svo mikið. Allavega til okkar, en við erum eitt hver sem er. Við erum ekkert að velta því fyrir okkur, hverju eru þarna inni. Við viljum bara allir séu náttúrulega velkomnir og lofum Guð saman. Þetta held ég að menn geti alveg tekið undir sem að svona eru sanngjarnir hvað þetta varðar. Og við eigum að vera sanngjarn. Þannig að manngreinar álit, ég kannast nú ekkert við það, reyndar hef ég aldrei verið neitt að velta því fyrir mér og hef aldrei verið neitt að gera mig þannig sem mannamöl. Og alveg örugglega hafið eitthvað verið þá dóða leið og maður ef svona fór að kynnast Kristi betur og vita svona hvernig hann hugsar og pælir. Þá ýttist það allt saman út og ég vil nú líta á okkur sem bræður og systur. Og hérna, ég man eftir því, við vorum með á Lindinni, 2 vinir, þátt við vorum nokkuð lengi með hann. Þeir vorum svona að byrja í kringu 90, fyrir ekki 2000, eitthvað svoleiðis. Og við köllum alltaf hvorn annan bróðir og svo svona, þetta var nú, ég held að þetta hafa nú verið svona þokkalega vinsæll þáttur, margir hlustað á hann. Og svo berst það einhvern veginn í tal upp á Lind þegar við sengi, þannig sé ekkert endilega víst að menn vissu hvaða fuglar þetta væru og svo eru við þarna upp á Lind og það er Þulur, þarna kona sem var og svo var hún að tala við okkur á milli. Hún fer að tala þess að hún myndi ekki alveg hvað þeir heita þarna bræðurnir sem eru með þátt og lögatum. Og var einhver sem stóð upp og sagði bræður, þetta er ekki bræður, þetta eru bræður Kristi, svoleiðis. En við tölum alltaf hvorn við annan sem bróðir. Og þessi ágæta manneski svona svolítið miskildi það. En það er svo merkilegt með þetta, maður er náttúrulega búinn að kynnast mörgu fólki í trúnni gegnum gönguna. En suma hefur maður ekki hitt lengi. Af hverju? Af hverju slitnar svona á milli? Já, þetta er bara þessi trúarganga, hún er bara svona, hún reynist oft vera bara strembin og erfið og við vitum alveg að mótstaða manna er bara upp að ákveðnu marki hjá sumum, en hún getur náttúrulega alveg orðið endalaust, en þú voru að byggja hann upp í þér og það er hluti af þessu trúarverki, það er að byggja upp í sér þetta þolgæði. Við erum að tala bara um þolgæði. Og ef við höfum ekki þolgæði þá gefumst við upp og það er skýringin á því að þetta fullt af fólki sem maður mann eftir, að maður sér það ekki lengur. Fullt af fólki, bara allt of mikið. Hvar er það í dag? Bara hef ekki hugmyndu að maður hvorki heyrir þannig sér. En hvort það gengið að trúni, það þarf ekkert að vera. Það er ekkert mitt að ákveða það neitt að segja neitt til það. Ég held að það sé orðið miklu langsóttara mála bara að sé að skilja við Krist. Það er þetta sem við þurfum að eiga til. Við þurfum að eiga til þennan baráttu vilja. Það er svo sem segir frá því orði Guðs og þarna í Gamla testamentinu einhvers staðar að ef þú treystir ekki til að ganga með hótgangandi mönnum eitthvað í þeim dúr og hvernig ætlar þú að fara í kjarrinu á Jórdanbökkum. Allt svingi er í gangi. Þannig að þú verður að byggja upp í þér þrek og vilja til þess að takast á við þetta.
Þarna eru mönnum mislagðar hendur og kannski hefur þetta eitthvað með kennsluna að gera, ég veit það ekki. En já, kennslan, kannski er það nú ekki rétt, heldur er það bara þannig, þú sem einstaklingur, þú eru að horfast í augu við þetta. Og þegar þú horfist í augu við þetta, þá líka byggist upp og þú bara sér raunveruleikann og þá bara velurðu væn minn. Ætla ég að vera með eða ætla ég að hörfa undan? Og ég hef nú hingað til valið að vera með og maður þurft að bara berjast gegn alls konar. Ekki við fólk, oft er þetta nú bara í manni sjálfu. Já, oftast er þetta nú bara í manni sjálfu, en það er nú bara alveg nóg. Ég held að það sé nú það sem að þreytir menn mest og menn gefast upp af. Það er þetta þrengingar sem menn eru í og menn bara, og kannski hafi ekki vaxið í trúnni eins og vera ber, því að trúin þarf að vaxa bara með tímanum og þau eru búin að vera í 20 ár í trúnni, að það áttu að vera búin að vaxa það mikið að þú ert nú farin að skilja býsna mikið í trúnni, en ef þú kannski skilur jafn mikið eins og þegar þú komst inn, þá er það vegna þess að þú er aldrei verið að taka neitt á þessari trú og leyfa henni að gera það fyrir þig sem hún vill gera. Þetta er svona lærdómur og þetta er líka fyrir okkur sem erum eldri í þessu og erum ennþá við þetta. Við eigum að tala svona einmitt til þess að hvetja menn sem eru kannski við uppgefarinnar dyr núna, að ég trúi því að það geti haft þau áhrif á viðkomandi að hann taki sér taki. Við getum ekkert gert neitt nema hvað, en við ættum að hvetja. Því að reynslan, 20 ára, 30 ára reynsla í trúnni, hún talar bara sínu máli. Þannig við höfum að nota þetta fyrir þá sem eru styttarkomnir og fyrir þá sem að hafa ekki ykkur á hluta vegna náða að vaxa neitt, því að það er svo margar ástæður fyrir því að menn vaxa ekki. Stundum er það nú, kannski er það nú oftast bara beint kæruleysi að vaxa ekki, en við þurfum að hvetja þetta fólk. Þannig að við leggjum engan dóm á það. Þetta er svona hlutverkið okkar sem eigum reynsluna að baki. Og reynslan kemur, í Guði kemur að því að við höfum nota þetta til þess að vera með Guði, vera með Jesú, tala við Jesú, tigna og tilbiðja Jesú og gera verkin sem hann er að bjóða að gera. Þannig vinnur þetta allt saman og svo 20 árum seinna eða hvað þetta er, þá ertu orðin heilmikill reynslubolti í trúnni, þú hælið er ekkert af því. Þú bara gerir það sem þurft að gera á hverjum degi. Svo horfum við tilbaka og segja, já, það er komið 20 ára eða 30 ára hvað þetta er. Og þú ert náttúrulega komið með mikla reynslu af þessum 30 ára, það er ekkert hrósunarefni. Já, kannski, ég veit það ekki. Ég held að það sé ekkert endilega neitt hrósunarefni, en það er mjög gott sem segir mér og þér það að við höfum þó tekið þetta alvarlega og við tökum þetta alvarlega en þann dag í dag. Þannig að ég verður víst að blessa þig með því að segja það, ég er ekkert að fara neitt. En ég hugsa stundum þess, og ég er ekkert einn um það, að fjölda margir sem að manni fannst í eldinum í trúnni fyrir kannski 20 ára þegar maður var að koma inn í þetta sjálfur, að já, það er ekki margir eftir. Það finnst mér svona auðvitað miður, en ekkert sem ég get gert. Ég frelsaðist árið 1989, en ég kom í átökin í kringu 2000. Þannig að ég var bara á vinnumarkaðnum frá því að ég frelsaðist og þangað til ég stíg inn í kirkjuna. Og þar eru þau vatnaskil fyrir mig og þá náttúrulega kom maður svo lítið blautur á bak við eyrun inn í kirkjuna, maður þekkti hann ekki mikið en þráði eins og þú og við öll að vera í aksjóninni þar. Og ég er nú eiginlega búinn að vera það síðan, já, ég stíg inn, ég eiginlega byrjaði strax að sinna ákveðnum verkum, svona sem að ég vissi að snéru að mér. Og ég er ennþá við þessi sömu verk og við
byrjuðu með strákarnir og ég veit að þeir voru settir svona utan mig til þess að koma mér að. Guð vinnur þetta bara svona og ég þeim afskaplega þakklátur í dag að hafa verið með til að byrja með, þó þeir hafa farið í annars seinna og ég bara tók við og ennþá við þetta og hef þjálfað mig við þetta og gert þessi verk. En þeir mega eiga það að þeir svona voru þeir sem að hjálpuðu mér á stað og komu upp, já, við þurftum tæki og komu þeim upp, tölvum og öðru slíku, sem að greinilegt var að mér var ætlað að nota. Og ég ennþá með þessar tölvur, hangandi yfir þessar tölvum, eins og sumir segja. En þetta bara starfið mitt í dag á akri Guðs. Og það var strax hort á netið og ég gerði það strax við og þar sá maður alveg hellinga möguleikum og þessi möguleiki hefur ekki minnkað, hann hefur vaxið eins og við vitum og ef þú vilt vera það sem fólkið að þá skaltu vera með á netinu. En netið, þó það sé gott og allt það, í þessu tilviki, það kemur aldrei í veg fyrir það að þú sækir samkomur og sért á stundum í kirkjunni þinni og samfélaginu. Það toppar það ekki neitt. Þannig að það eitt af því sem við hvetjum menn og ættum að hvetja menn kannski meira og ofta, það að sækja til að mynda samkomurna, þú sem trúir, og vera á þessum stundum sem eru, oft eru þær nú ekki margar fyrir utan aðalstundina á sunnudögum, oftast á sunnudögum. En vertu með þegar þetta í boði og komdu. Því að þú ert náttúrulega inni í þessu andrúmi og það bara talar sitt við þig. Þetta hef ég reynt 100 sinnum og 1000 sinnum og ég veit að þú hefur reynt það sama. Ég hef aldrei heyrt nokkurn mann mótmæla þessu sem að á annað borð svona trúaður maður, þó hann kannski sé ekki þar sjálfur. Það eitt að horfa á þetta á netinu, þó þetta sé beina, þetta allt meira og minna, já, oft þetta nú í beinni, en það ekkert sama. Og vera, já, það sem þetta bara framborið, það lífið. Þetta svona bara einhver eftirleikur af lífinu, ef svo má segja. Þannig að beinútsending, þó hún sé góð og allt það, hún kemur aldrei í staðinn fyrir það að sitja með fólkinu og draga að sér andrúmið í salnum. Það jafnast aldrei neitt á við það. Og þar Guðs orðið náttúrulega bara allt í kringum mann og yfirmann og ímann og allt það. Og þetta eftirsóknarvert. En það svo sem ekki þetta að skipa mönnum eitt eða neitt þarna frekar en annars staðar. En alveg sjálfsagt að benda á. Það okkar hlutverk sem þekkjum til trúarinnar og eru búin að vera lengi í þessu, að benda mönnum á og hvetja menn að þessum stöðum. Eins og að sækja samkomunnar sín og ekkert að hugsa neitt annað. Þú getur auðvitað verið með netið eins og þú vilt hvað þetta varðar, en gott að vita að það kemur aldrei í staðinn fyrir samkomur bara augliti til auglitis við alla í salnum. Það jafnast ekkert á við það. En þetta var svona bara, ég settist niður og með kaffibollan minn fallega og bara svona til að gera eitthvað. Ég held ekki bara ágætisverk að gera þetta. Það nú svo sem ekki bara eitthvað. Það töluvert mikið að bera fram Jesú nafn. Og við það eigum við að vera duglegum fram allt að játa hver Kristur fyrir manni. Og ég segi það, hann allt fyrir mér. Það nú bara komið á þann stað og hefur lengi verið, hann hefur vaxið upp í það að vera bara allt fyrir mér. Ég sé ekki dag án Krist og hefur ekki gert lengi. Ég bara sáttur við að hafa þetta svona og ég raun og veru sakna einskis. Og mér finnst ég ekkert vera að missa neinu, bara aldeilis ekki. Ég vil bara svolgra í mig það sem að Guðs og má ég það ekki þetta? Má ég það kannski ekki?
hver allar svo sem að banna mér það. En þetta er svona atriði sem mér finnst vera ástæða til þess að hamra á. Láttu sjá þig og taktu þá og vertu í aksjóninu svona eins og þér er ætlaði að vera. En umfram allt auðvitað þá hlýður þú Guði og ert í þeim verkum sem hann hefur lagt upp í hendurnar á þér. Þetta er eitthvað sem hann lagði upp í hendurnar á mér að gera þetta og ég fekk ágætis hóp í kringum mig, það er svo sem við bara, þetta æxlaðist þannig að við röðumstum saman og við fórum í þetta og ég fekk góða hjálp og ganglega hjálp við að koma þessu upp og þeir séu ekki kannski með mér í dag, hafa ekki lengi verið, þá eru þeir nú greiðin þar sem að, já, voru hjálplegið til þess að koma þessum gæja í gang. Þannig að við getum þakkað fyrir margt og það er líka bara myndin af því að Drottinn sér um allt. Við erum bara trúarmanneskjur og svo allt í einu vitum við hver kollurinn okkar er og við stígum út í hann og þá kemur Drottinn með allt hitt. Og hann kom með tækin, hann kom með þetta fólk sem að aðstoðaði mig og ég það, eða hvernig þetta var og svo tók ég við bara. Ég er búinn að vera við þetta, hvað er ég búinn að vera lengi? Yfir 20 ár held ég alveg örugglega við þetta. Og þetta er bara rétt að byrja, svo lengi sem ég dreg andan þá verð ég við þetta, ef Guð lofar. Þannig að það er ekki tjaldað til einna nætur þar sem Drottinn er að verki og það er svona, það er ég búinn að sjá að ef þú byrjar, þá kanntu gera ráð fyrir því að þetta standi lengi. Það er bara besta mál. Ég stoppa hér, ég veit ekkert hvað ég er búinn að tala lengi en við stoppum hér og svo gerum við sjálfsagt eitthvað meira á sektum að sönna.